Já, góðan daginn. Ég var að setja síma minn á silent, ég var að fatta ekki því. Já. Velkomin í miðvikudagsspjall. Í dag ætlum við að fjalla það var nokkuð afgerandi kosning í þetta skipti og við ætlum að fjalla hérna rétt á eftir af hverju við upplifum skömm við að setja heilbrigð mörk. Þetta er áhugaverð svona samantekt finnst mér. Já, en fyrst er tilkynningaskyldan. Já, gjör svo vel. Takk að þið fyrir. Við ætlum að senda út fréttabréf núna í lok vikunar og mælum með því að vera á póstlistanum. Þar ætlum við að kynna ný námskeið, ný og spennandi námskeið. Já. Og senda út dagskrána okkar sem verður bara öll námskeið sem verða hérna í vor og sumar. Já. Og við erum að byrja með spennandi hluti bæði í sumar og júní og ágúst. Þannig að við hvetjum þið til að fylgjast með og sjá hvað er framöndan. Yeah. Annað heldur en Englareiki sem við erum búin að vera að kynna og svo náttúrulega er kynningafundurinn fyrir þín persónulega umbreyting fyrir næsta ár. Hann verður 7. maí. Við ætlum að vera bæði fyrir norðan á Akureyri og hér á höfuðborgarsvæðinu með námskeið. Þannig að endilega skráið ykkur á kynningafund og ef við finnið að hjarta kallar á leitingar. Já. Bara að gera að kynna þessi málið. Það kostar ekki neitt. Nei, akkurat. En að viðfangsefni dagsins. Má ég fyrst segja að við erum með opið náttúrulega sumardaginn fyrsta. Nú komum páskar og við verðum reyndar hér í næstu viku og þá er alveg þetta í páska. Og svo verðum við með sálarfóður og opið hjá Orkusteinum á sumardaginn fyrsta. Þannig að endilega sett í dagatalið þitt og vilt vera með okkur sem við vonum að sjálfsögðu. Það að fagna sumrins. Já, það er að skrá sig á vefnum. Sálarfóði. Já, það verður. En já, af hverju upplifum við skömm við að setja heilbrigð? Og það er góð spurning, því að ég held við þekkjum það öll svona fyrstaklega þegar við erum að stíga fyrstu skrefin í að æfa okkur að setja mörk, því að mörk hver eru við alin upp við það að við eigum ekki að setja mörk. Við höfum bara að vera svolítið stillt og vera til friðs. Ekki vera með vesen. Nei, ekki vera með vesen. Og ekki vera með einhverja skoðanir eða hegðun sem er einhvers konar áskorun fyrir fólki í kringum okkur. Við höfum að láta öðrum líða vel en ekki illa. Og allt sem öðrum geti fundist óþægilegt eigum við helst ekki að gera. Og þannig verður til svona þessi hjarðhegðun sem við þekkjum kannski svolítið vel. Bara... Já. Og líka við bara festumst í ákveðnum munstrum sem að þetta hefur bara verið svona, þannig að við erum ekkert að rugga bátnum með því að gera þetta eitthvað öðruvísi. Nei, og þetta er bara á við fjölskyldur, vinnustaði, vinahópa, bara á mörgum sviðum lífsins þar sem að það verður til einhvers konar menning það að vera ekki með vesen. Og ef mann líður ekki vel, til dæmis þá maður bara frekar að kveika það. Láta eins og allt sé í góði í staðinn fyrir að vera að tala eitthvað sem öðrum getur þótt óþægilegt. Það er svona þessi þægindarammi kannski sem við festum svolítið í að vera ekki að rugga bátnum. Já. Og að við vitum svolítið hvað við höfum ef við höldum áfram að leika leikritið okkar, en við vitum ekki alveg hvað tekur við ef við hættum því. En af hverju eigum við alltaf að setja okkur sjálf til hliðar til þess að gera ekki eitthvað sem öðrum gæti mögulegt kannski þótt óþægilegt. Og svo kannski festust við í munstrunum sem og skömmust okkar fyrir það líða kannski ekkit rosalega vel með það að segja aldrei okkar skoðun eða að taka ekki okkar rými eða hvað annað sem það er og okkur líður illa en við náum einhvern veginn ekki að brjótast út úr því en svo stundum allir sammála að þörfin sé til staðar til þess að gera hlutin öðruvísi. Og við erum svo flóknar skepnur að við getum skammast okkar fyrir að segja okkar skoðun og svo skömmust við okkar þegar við komum út rastanum fyrir að hafa ekki sagt skoðunina ef við höfum ekki gert það. Þannig alveg sama, við náum einhvern veginn aldrei að vinna sama hvað við gerum því við erum alltaf með refsivöndin á okkur. Og ástæðan fyrir því oft á tíðum en náttúrulega við erum bara skilyrt í rauninni gegnum uppeldi og annað og það er bara okkur í blóðborið að skammast okkar fyrir að veita öðrum eða geta hugsanlega rugga bátnum fyrir mörg okkar, sum er alveg sama og mér finnst meira svona með börn sem er að alast upp núna þeim er meira sama þetta og þessin er sagt að þau séu alandi og ferjandi það er því það er erfitt að aga þau eftir þeim
kerfum og aðferðum sem við vorum öguð eftir. Ég segi bara spyr. Já. Því að við þurfum alveg á þessari áskorun að halda Já. og það er eitthvað, ég er búin að fara náttúrulega í gegnum stór skref með þetta sem foreldri að skila þessi skömm fyrir að geta ekki bara haldið áfram að láta mitt bróða mínu barni inn í einhvern kassa til þess að passa í eitthvað kerfi sem hendar einhvern og bara ekki skammast mín fyrir það að já, barnið mitt getur kannski bara ekkert farið í skólan því það bara passar ekki inn. Það er alls konar tilfinningar sem koma upp með þessu en þvílíkt frelsi þetta geta bara fundið að það bara stundu þarf maður óþekkur til að brjóta þessi munstur. Já. Þetta er eitt af því sem við vinnum mikið með á námskeiðunum okkar, þín persónuleg umbreyting sérstaklega, að við erum að vinna með hvernig við setjum mörk og æfa okkur í að setja mörk. Og við vitum það náttúrulega bara eiginskinni í gegnum okkar eiginvinnu að þetta er svolítið óvænlegt. Þetta er svona, maður er ekki vanur þessu og maður miklar þetta fyrir sér, maður er hræddur að missa virðingu, maður er hræddur að missa fólk frá sér, að fólk verði reitt eða vonsvikið eða sárt yfir því að maður segi einhver tíma nei eða eitthvað sem maður gæti hugsanlega eins og segir rugga bátnum. Og ég held að í flest skiptin sem að ég man eftir þessari tilfinningu þegar ég er að æfa mig að setja mörk, segja til dæmis nei við hlutum, var þetta að ég var búin að vera svo kvíðin yfir viðbröðunum og svo þegar ég loksins setti mörkin, þá gerðist ekki neitt. Manneskjan sem ég held að er alveg brjáluð var svona, já, ok. Og svo var það búið og ég er búin að kvíða þessu í marga mánuði og þetta er einu viðbröð. Þetta er einmitt það sem er svo stórkostlegt að sjá þegar að fólk er að stíga skrefin og náttúrulega bara þegar við erum að gera þetta sjálf og þegar við erum að fylgja öðrum í gegnum þetta á námskeiðunum okkar og bara síðast að því vorum við staðlótu síðustu helgi að þá var svo gaman að sjá og heyra, nú er ég búin að vera að æfa mig og ég er búin að vera að segja það sem ég finnst, ég er búin að vera að leyfa mér að skína meir í gegn og svo kom til dæmis ein beiðni fram og það tók allir svo rosa vel í það að þetta var bara ekkert mál þegar að orðin komu út og einhvern veginn af því að kjarnin náttúrulega er sá að fólkinu sem þykir vænt okkur vill að okkur líði vel og ber hag okkar fyrir brjósti. Ef það gerir það ekki, þá megum við alveg líka að spyrja okkur, er það fólki sem við viljum hafa í okkar lífi? Já, og svo eins og Alma sagði áðan að þegar við setjum mörkin og viljum breyta, að þá kemur oftur ljós að það er allir sammála það líður öllum illa í aðstæðanum, en vegna þess að þetta eru bara munstur sem er búin að þróa með okkur, oft óheilbrigð samskiptamunstur og eitthvað svoleiðis, að þá erum við bara föst þarna og því enginn er tilbúin að rugga bátnum. Nei. Ég held við sjáum þetta mikið í svona kannski gömlum vinahópum, gömlum inn í fjölskyldum og annað þar sem að er búið að haldast svolítið sama munstrið í langan tíma, sums staðar á vinnustöðum líka. Já, mér finnst þetta gerast til dæmis þegar fólk ákveður að hætta að drekka og er kannski vinahóp þar sem snýst svolítið mikið að hittast og fá sér aðeins og oft þegar vinahópar snúast svolítið mikið það þá alltaf verið svo rosalega gaman. Alltaf að vera svo rosalega gaman og búa eitthvað svona leikrit í kringum þá og svo er fólk hættir að drekka og hættir að finna kannski gleði í svoleiðis samveru en vill alveg vera í kringum vini sína og þá er bara oft hægt að bjóða því fólki þegar eitthvað er að vera því það er erfitt að horfa í spegilinn sko. Það er nefnilega það er ég hef stundum upplifað það því að nú borði ég ekki kjöt og mjólk og egg og svona alls konar að sumum finnst þetta að vera rosa mikið vesen. En öðrum finnst þetta Þú ert rosa vesen. En öðrum finnst þetta rosalega spennandi áskorun að prófa eitthvað nýtt eða ég er að fara í boð einhver staðar eða mat og annað. Sumum finnst þetta alveg geggja spennandi tækifæri til þess að prófa og hugsa eitthvað nýtt. Og það finnst mér líka svolítið gaman af því að það eru svo margir opnir fyrir því að prófa nýja hluti alveg sama hvað það er alveg eins og þetta að fara bara í matabóð að fara í partí og bara skemmta sér án vímugjafa. Þú veist, ég er með svona ég get ekki borðið mjólkurvörur bara hreinlega vegna ekki að mér langi ekki það er bara vegna sem ég verð bara illt af þeim og ég verð veik af þeim og
Og ég hef samt alveg staðið sjálfur með því í meðvirkni kannski í matabóði að borða rjómasósuna. Hún var á borðinu og við stónskapur að gera það ekki. Þannig að þú veist, það er svona alls konar, þú veist, mörk þurfi ekki endilega alltaf að vera það að við bara, nú segi ég stopp. Þetta er einmitt þetta að velja ekki borða rjómasósuna í einhverju meðvirkni kannski vegna þess að þú veist að það verður illt af henni. Og ef að þú fari einhver svipi, þú veist, útskýrðu bara af hverju. Og þetta þarf ekki að vera einhver afsökun. Stundum líður fólki betur að segja, þegar ég segi nei, ég bara get ekki borða þessa hluti því að líka minn tekur ekki við. Það er stundum erfitt að þú segir bara ég vegana því ég valdi það er einhvern veginn stundum önnur viðbrögð. En ég hugsa oft af hverju? Af hverju megum við ekki bara velja fyrir okkur ef okkur líður bara betur? Og ég held að þetta sé, já, ég held að þetta sé líka með okkur sem höfum áhuga á andlegum málum og svona heildarana meðferðum að við upplifum okkur oft í stöðu þar sem við þurfum að vera að afsaka af hverju við erum svona þenkjandi. Og það er meðvirkni í okkur að vera að afsaka það. Við þurfum þess ekkert, sko. Og þetta er einmitt þetta gamla munstur að við viljum ekki rugga bátnum, sko. Við viljum útskýra fyrir fólki af hverju við hugsum eins og við hugsum, en í rauninni skiptir það engu máli. Það er enginn að fara að útskýra fyrir mér ef ég segja hvaða flokk kaustu í síðustu kosningum og ég kaup Samfylkinguna, já, af hverju gerður það? Útskýrðu mál þitt. Það er, okkur ber engin skylda til að útskýra á annan hátt en bara vegna þess að hjarta mitt segir mér að það sé rétt leið fyrir mig. Og okkur ber heldur engin skylda til að vera neitt annað en við sjálf. Og ef við erum andlega þengjandi eða hvernig þengjandi sem við erum, þá er það bara þannig. Og þetta stundum verðum við líka bara að vera sammála með ósammála og getum rætt hluti án þess að þurfa að fara í vörn eða stellingar. Já. Og ég held að svo getur þetta líka, þetta getur reynst okkur rosalega erfitt, þetta að setja mörk, sérstaklega þegar við þurfum að setja einhvers konar mörk sem við vitum að eiga eftir að virka á hinn aðilann sem særandi, en það sé að særa eða meiða eða svelta á einhvern hátt, sko. Til dæmis bara verið þegar einhvers konar, hvort sem eru vinslit eða sambandsslit eða eitthvað sem að við eigum, sem að við viljum sjálf og þurfum að stíga skrefin til að þau megi verða, að auðvitað upplifum maður sig alltaf eins og vondikallinn, sko. Til dæmis þegar ég skildi, þá var það ég sem vildi skilnaðinn og samviskubitið og skömmin yfir því að maður var að rífa í sundur fjölskyldu, maður var að, þú veist, það var alls konar hluti sem samfélagið svona sagði manni að maður ætti nú frekar að vera að hugsa heldur en að mér líði betur. Já. Og ég held að við sérstaklega sem erum svolítið meðvirk, sem ég held að sé nú meiri partur bara mannkyns, er að við viljum ekki meiða neinn. Og þess vegna erum við endalaust tilbúin að meiða okkur sjálf til að þurfa ekki að upplifa skömmina yfir því að hafa meitt einhvern annan. Og það er ekki rétt hugsun í lífinu. Við eigum ekki að meiða okkur sjálf. Við erum síðasta manneskjan sem við eigum að meiða. Og líka bara í samböndum, alveg hvers konar sambönd þau eru, bara, það getur verið í rómantísku samböndum, verið í vinnu líka, að vera í þessari meðvirkni, að líða illa kannski á vinnustaðnum í mánuð eftir mánuð, jafnvel ár eftir ár, af því að við höfum einhverja svona þessa skyldu eða tengingu eða svona, þetta er svona ákveðin skyldurækni að þessi er búin að vera svo góður við mig að ég þarf að vera þarna bara að eilífu að mér. Og það er alls ekki góður hlutur, ekkert frekar en að vera í sambandi eða hjónabandi sem að bara það sem okkur líður illa. Já. Eða vinir sem eru að gefa mann ekki lengur eða... Þetta eru bara hlutir af því að yfirleitt líður öllum miklu betur eftir á. Jú, þetta getur verið erfitt að fara í gegnum, það er oft erfitt að fara í gegnum breytingar. En eftir á, við þurfum líka að hugsa til lengri tíma, ætlum við að vera á þessum stað næstu 40 árin. Ég hef oft hugsað líka eftir að ég átti náttúrulega alls konar meðvirknissambandi við alls konar fólk og sem var bara algjörlega mitt val og mín ábyrgð, sko. Að eftir að ég satt og ég var eitthvað að hugsa til síðustu viku og ég var svo rosalega mikill friður í lífinu. Eftir að ég eitthvað búin að hreinsa það upp, að það er svo mikill friður
og það er ekki þetta stanslausa meðvirkni togi allar áttir, allar bjarga öllum og hjálpa öllum og hafa einhvern veginn engin mörk gagnvart sjálfum sér. Því að manneskjan sem við erum alltaf erfiðast með að setja mörkur við. Við erum tilbúin að fórna okkur endalaust og það eru þau mörk að ég ofta eins og segi erfiðustu. Það er alltaf auðveldra sem neyfa aðra heldur en sjálfa sig, sko. Miklu. Þannig að þetta er bara eitthvað sem við þurfum að hafa mjög mikið í huga og leyfa okkur að sleppa þessari skömm. Því við höfum bara rétt á því að okkur líði vel og við getum gert hlutina og sett mörkin á kærleiksríkan hátt. Það sé lykilatriði í því að þegar við erum að æfa okkur, við æfum bara smátt og smátt. En við hugsum að því við ætlum að elska okkur sjálf og við okkur þykir líka vænt aðra og munum það að yfirleitt er þetta bara allt í lagi og við þurfum ekki að skammast okkar fyrir hvernig okkur líður, heldur megum við og gefum okkur leyfi til þess að líða þannig og sleppum þessari skömm. Já, og við þurfum líka kannski svolítið að horfast í augu við það að uppgötva að við erum einhver staðar á vitlausum stað á einhverjum parti í líf okkar er ekki hræðileg uppgötvun. Það er fyrst og fremst, þú getur ekki gert breytingarna fyrir nú uppgötvar að þú þarft að breyta einhverju. Og það upplifa þú ert í vitlausu hjónabandi eða vitlausum vinnustaði eða vitlausum vinahópi eða hvað sem er. Það er auðvitað erfið uppgötvun. En það er ekki hræðilegt við það því það er frábært tækifæri til að byrja að stíga skrefin til að bæta lífið. Ja, og við erum alltaf að skoða okkur. Við erum að gera alls konar breytingar sjálfar. Það er ekki það að við séum á okkur endilega slæmum stað. Heldur við erum alltaf að velja og velja upp á nýtt. Að því við breytumst og við þróumst og leið þá breytist það hvernig við bregðumst við að hvernig okkur líður og allt það. Þannig að þá þurfum við að aðlaga okkur að því. Það þýðir að við þurfum reglulega eiga þessi samtöl. Bæði innra með okkur sjálfum og svo við hvor aðra. Já. Og við fólki sem að umræðir í hvert og eitt sinn. Já, ég bara vona að þetta hafi veitt ykkur einhver einsýn í allavega okkar pælingar þetta og hvetjum ykkur til að skrá okkur á kynningafund fyrir þín persónulega umbreyting ef að þið þurfið aðhald. Þetta er náttúrulega, það er magnað að hafa bæði hópinn og svo leiðsögnina og svona stuðningir og utanumhaldi í þessa 9 mánuði sem námskeiðið er. Já, og ég held líka að bara með því að lesa umsagnirnar og skoða vídeóin með fólkinu sem hefur farið í gegnum námið að hvað það hefur fundist áunnist í sínu lífi að það eigi hugsanlega eftir að kveikja undir ykkur. Þannig að kynni ykkur málið því að ég veit að þið eru svo mörg úti sem að þrái breytingar. Þetta er eina leiðunum, tekið á henni. Takk fyrir í dag.